hvítlauks, súrdeigs, osta, snúninga. Ekki til í það? Byrju, hvað þetta að gera? Hvað meinarðu? Byrjar ekkert í gallanum. Nú? Svo erum við vitlis á húu líka. Ég skal taka við þessu. Hæ, gaman að sjá okkur. Við ætlum sem sagt að gera í dag súrdeigs, hvítlauks, osta, snúninga. Séð þetta smá, skella mér í gallan. Hann átti náttúrulega ekki að byrja í gallanum. Við ætlum að setja þetta bara saman og ég er búinn að taka til hérna í degið. Ég er hérna með 190 g af mjólk sem ég hef velgi aðeins, 375 g af hveiti, 200 g af súr, 1 egg sem ég er búinn að þeyta með gafli bara og ég er með 42 g rúmlega 3 matskeiðar af smjöri sem ég bræði í örbylgjunni. 2 matskeiðar af sykri og 1,5 teskeið af salti. Uppskriftin verður að sjálfsögðu hérna fyrir neðan eins og alltaf. En við setjum þetta bara allt í hérna hrærivelina. Mjög einfalt eins og alltaf. Og eins og ég hef sagt ykkur, þá byrja ég oftast á vökvanum. Það eru mjólkin og eggin. Og akkur notaði mjólk ekki vatn. Það er til þess að fá mýkt í degið. Degið verður svolítið mýkra og skemmtilegra þegar maður setur mjólk í það. Og svo gerir smjöri sitt líka. Og eins og alltaf þá ætla ég að setja súrinn hérna út í. Ég þreytist aldrei á því að horfa á hann fljóta. Mér tekst það yfirleitt alltaf. Og galdurinn er sá að við súrinn þegar þú setur hann í, tekur hann úr kæli og býr til magn fyrir brauð, magni fyrir náttúrulega sjálfsögðu eftir því hvað þú ætlar að gera stórt brauð. En galdurinn sá að setja nógu snemma í gang. Það er að segja að ég set, eins og í gærkvöldi, frekar seint, þá setti ég 100 g af hveiti, 100 g af vatni og 100 g af súr, hrærði það saman og lét það svo standa á borðinu hérna þangað til núna, þannig að það er búið að standa í svona ábyggilega hátt í 10 tíma. Eða jafnvel meira á borðinu og bíð eftir að ég notaði í brauðin. Svo tók ég bara 200 g af þessu og vigtaði fyrir brauðið og ég var að setja það í eins og þið sáu. En þetta er sem sagt, kúnstinn er að taka hann út snemma og svona dúlla við hann. Setja það magn sem þið þurfið, ef þið ætlið að gera 2 brauð þá þurfið 300 g í það heila og svo framvegis. Það er sem sagt, þumalputtareglan er 150 g per brauð af súr, ef hann er svona spröðlandi fínn eins og malli minn, sko. En þetta var nú smá út bara, en við höldum áfram. Svo setjum við hveitið í og saltið, sykurinn. Og svo ætlum ég bara létt bræða smjörið í örbylgjuofninum. Það tekur bara smá stund og svo setjum við þetta í gang, leyfum þess að hnoðast þokkalega vel og þá byrja biðtíminn. Ég læti þetta bíða í allavega 3 tíma, jafnvel 4, áður en ég byrja að búa til snúningana. En við skulum sjá bara aðeins hvernig þetta hnoðast og hvernig þetta lítur út þegar að hrærivelin er búin að hnoða þetta. Þá er smjörið orðið nógu brætt. Tekur bara örskamma stund í örbylgjunni. Setjum það út í. Það er vel heitt. Það fer bara krókurinn í þetta. Það mallar þetta bara á mallar í rólegheitum.
Verðist nú vera einhver hluta vegna svona í blautara lagi. Þannig að það er samt ekki alveg að gefast upp á því strax. Þetta kemur saman þegar að maður hnoðar þetta. Ég bætti í þetta tveim matskeiðum af hveiti. Svona til þess að það var aðeins og þunnt hjá mér. Og nú leyfum við þessu bara að ganga til að það er komið vel saman og farið að verða svona slétt og mjúkt og teygjanlegt. Höfum þetta á svolítið góðum hraða, svona milli hraða. Þá eftir smá stund byrjar það að losna frá skálinni í hrærivélinni. Leyfum þessu bara að rúlla. Jæja, nú er þetta búið að hnoðast hér í svona það bil 8 mínútur og ég ætla bara að slökkva á þessu. Þetta sem sagt deigið er frekar í blautari kantinum þó svo þrátt fyrir það að ég hafi bætt út í það, þannig að það má örugglega minnka mjólkina niður í 150 millilitra miðað við það sem ég sagði áðan, eða ég geri það, ég set uppskriftina þá með því magni hérna fyrir neðan. En deigið er vel blautt og klístrað, þannig að hérna ég er búinn að setja olíu hérna smávegis í skálina. Ég ætla bara rétt að teygja þetta yfir og síðan ætla ég bara að leyfa þess að standa og þetta stendur alveg eins og ég sagði áðan. Við erum að tala 3-4 tíma áður en ég byrja að móta úr þessu, jafnvel lengur. Við sjáum það bara þegar þar að kemur, þegar þetta er búið að standa í einhver tíma. Sjáumst á. Herri, já, ég þurfti bara að þurrka á gleraugunum. Ég var vonandi séð hérna baksíðuna á mokkanum í dag, eða það er laugardagur 1. ágúst. Kallinn er á baksíðunni, bara með bara greinum kallinn á baksíðunni á mokkanum í dag. Frægastur í bænum. Við erum ekki meir út í það. Það sem ég ætla að gera núna er að nú ætla ég að taka deigið hérna og rúlla það út. Það er búið að standa í það bil 4 tíma og ég er búinn að teygja það og fella 2 sinnum á þessum tíma. Og það er svo sem ekki flókið að teygja og fella eins og þið vitið, en hérna þá bara snýr maður teygir maður það yfir sjálft sig. Eins og maður segir, ég ætla að setja svolítið hveiti hérna á borðið núna. Því ég er búinn að teygja og fella. En teygja og fella snýst bara það að teygja þetta og fella það svo yfir hvort annað. Ég ætla ekki að gera það núna. Það er hægt að sjá það í öðrum vídeóum frá mér. Svo ætla ég að fletja þetta út. Fáum okkur kökukefli hérna og fletjum þetta út. Förum aðeins yfir þetta betur á eftir. Svona. Fletja þetta út hérna. Ekkert voðalega þunnt en heldur ekkert voðalega þykkt. Nú er það að fara að festast í borðið. Þá rúlla ég því upp á keflið. Sett meira hveiti undir. Og svo aftur á borðið. Og við höldum bara áfram að rúlla og rúlla og rúlla. Svona. Svo
Svo losum við þetta borðinu svo þetta hangir í borðinu. Tegið þetta aðeins hérna. Jafna þetta svolítið út, það svolítið þykkara hérna í endanum. Jafna það aðeins. Og enda. Svona. Svolítið þykkt hérna næst mér. Svo það sem ég geri núna er að ég ætla að taka þetta í tvennt. Það ger ég með pítsahjólinu ef ég finn það, já, það er hér. Tek þetta bara svona í tvennt hérna. Svolítið tegja í þessu. Það er fast við borðið aðeins. Svona. Og svo tek ég það aftur í tvennt. Þetta þarf ekki að vera neitt rosalega nákvæmt. En það sem ég hefði átt að gera áður en ég skar þetta í sundur, það var að setja smjörið á þetta. Ég er búinn að búa hérna til sem sagt hvítlauksmjör. Þetta eru náttúrulega bara smjör, þrjú rifa af hvítlauk, smátt saksaður og svolítið steinselju. Bara sett í skál og hrært saman. Og ég sem sagt smyr þessu bara á hérna þessa parta sem ég er búinn að skera hérna niður. Gefi þessu svona svolítið, alveg svona slatta, já. Þetta er bara smjör, hvítlaukur og steinselja. Smyrjum svona vel á þetta. Svona. Nýttist alveg að fullu. Svo er ég hérna með rifinn ost bara, venjulegan rifinn ost sem að hérna kaupi bara í Bónus, bara venjulegur ostur. Sett svolítið vel á honum hérna. Á þetta allt saman. En eins og ég sagði það, ég hefði náttúrulega að gera þetta áður en ég skar þetta í sundur en breytir svo sem ekki stórmáli. Svona. Ég set bara öðru megin. Af því síðan kemur þetta hérna yfir hitt. Og við svona tegjum þetta bara yfir og reynum svona að þrýsta því niður í köntunum. Og svona. Og hitt kemur svo yfir aftur. Yfir hitt. Og festum þessu saman bara hérna. Svona. Svo hérna sker ég þessa enda hérna burtu því það er ekkert í þeim hérna sem bara taka allt úr þeim, en ok. Svo ætla ég að reyna að hafa þetta svona jafnbreitt báðum megin. Ekkert stóratriði. En síðan tek ég þetta aftur í tvennt hérna. Báðum megin. Og gerir svo svona litla ræmur úr þessu. Og ég er ekkert að mæla þetta. Ég bara nota bara augað. Næði þessu svona sirka í sömu breidd. Skerum þetta í ræmur. Svona. Það er hérna plötu hérna. Næst á dagskrá er að setja þetta saman og koma svo plötuna og snúa upp á þetta og ekki allt það. Nota sleif hérna. Tek ég 2 svona. Legg á saman. Þrýsti sleifin í miðjuna og sný svo upp á.
Þetta ger ég bara við allar húna eins og hún kemur fyrir. Sleifin í miðjuna og svo kemur snúningurinn. Meðan ég að þessu þá ætlum ég bara að setja þetta í full speed og leiða ykkur að hlusta á tónlist. Þá er þetta komið á plöturnar og nú þarf ég bara að breiða yfir þetta plast, gefa þessu tíma til þess að hefast aðeins, klukkutíma kannski, hugsanlega styttra, hugsanlega lengra, eins og ég hef svo margoft sagt. Þetta fer eftir hitastiginu, á deginu, á plötunni, á stofunni, á eldhúsinu, það er svo margt sem að skiptir máli þegar maður er að láta hlutina hefast, þannig að svona smátt og smátt þá fer maður að hafa tilfinningu fyrir því hvenar hlutirnir eru komnir þangað sem þeir eiga að vera komnir til þess að fara í ofninn. Nóg það sé ykkur eftir þegar þetta er tilbúið í ofninn. Þá er þetta klárt í ofninn. Það var svona cirka 1,5 tími sem þetta þurfti í hefingu hérna áður en þetta fór í ofninn, þannig að ég seti þetta bara í ofninn núna. Þetta bakast við 200 gráður og ætla það sé ekki svona cirka 12 mínútur. Ég ætla alltaf að byrja á því. 12 mínútur. Eftir 12 mínútur þá er þetta bakað og klárt. Kem aftur þá. Þá er þetta komið út úr ofninum og lítur bara mjög vel út og ilmurinn er indæll, hvítlaukslykt og svoleiðis. Einn punktur í sambandi við þetta, ég setti þetta á plötur og hér gildir það sama á með krósantinn og vínabrauðin eins og ég sagði ykkur í fyrri vídeóm, þið kíkið bara á þau, að hafa þetta í lokuðum skúfum því að smjörið lag af plötunum inn í ofninn og það fóru held ég 2 reykskynjarar í gangi hérna hjá mér. Það reykti svo mikið, en ok, mín mistök. En það er ágætt að því að það er smjör í þessu að hafa þetta í lokum, í skúfum sem þannig að leki ekki af þeim, bara smá ábending. En þetta lítur gríðarlega vel út. Er ekki málið að fá sér smá smakk? Er það ekki? Þetta er svo besta hvítlauksbrauð. Hvað er betra? Hvítlaukur, ostur og brauð. Látum þetta duga núna. Þú veist, þú getur smellt á hausinn á mér hérna til þess að subscriba eða gerast áskrifandi á rásinni. Og svo er alltaf 2 vídeó hérna sem þú getur smellt á og hort á. Takk fyrir að horfa og gangi þér allt í haginn.